Fréttir dagsins á vitlausum tíma. Við byrjuðum á viðtali við Ragnar. Áhugavert viðtal. Herðu, en ég skal viðurkenna eitt að ég var ekki á landinu í nokkra daga. En ég veit ekki hvað er að frétta. Nei. Ég er búin að vera á fullu við að undirbúin að þátt hérna frá því ég lendi. Já, einmitt. Hvað er þetta? Það er náttúrulega kannski svona aðalmálið sem var í gangi helgina var þetta mandrapsmál í Hafnarfirði. Já. Ég er með góða gesti hérna að ræða út frá því máli. Já, einmitt. Með afbrótafræðing og já, einmitt. Sálfræðing. Já. Og pólverja. Og pólverja, já. Hún er alltaf aktivisti í svona einflýtetamála þessum genjana sem pólverja. Já. Það er náttúrulega þetta er búið að skekja svolítið pólska samfélagið. Ég verði að reyna svona átta mig á því hvað það er. Kemur líklega fram bara í vitaninu eftir. Já. Hvað það er sem er. Ég býst við að þetta sé svona langvarandi uggur í pólska samfélaginu. Að svona hatur myndi kjósa upp sem að þau verða varfið svona í öllu sínu daglega lífi, svona létta fyrirlitningu hér og þar, að þá er svona rökstuttu grunur að þetta geti endið illa. Heldur það ekki? Jú, það geti verið sko, en svo er þetta samt sko, maður velti fyrir sér samt þetta er svo ungi krakkar sko. Þannig að þú veist, þetta er fólk undir 20. Þetta er bara eitthvað á aldrinum 17, 18, 19, 20 ára. Nei, ekki 20, 17 til 19 eða eitthvað svoleiðis. Og Mér er sagt, ég skil ekki pólsku, en mér er sagt að sé umræða á svona spjallþráðum pólska samfélagsins í Íslandi núna að þeim finnst úrskurður dómstóla að sleppa einum úr gæsluvarðhaldi. Það sé svona merki vanvirðingu hvað sér. Já, sko ég held að það nýbúið stutt síðan að var verið að gagnrýna stjórnvöld á Íslandi fyrir að loka börn í rauninni eða fólk undir 18 ára aldri inni í einangrun og það sé allt oft notað og tala nú ekki með börn og það er í rauninni bara stangast á í mannréttinda sáttmála að loka börn inni og getur valdið mjög fljótlega getur að valdi sko sjálfsvíshugsunum og bara hættulega ástandi. Þannig að og þau eru í rauninni ennþá í gæsluvarðhaldi. Þessari stúlku var sleppt eftir að vera haldið sko. Einn búinn að játa á sig verknaðinn og þeim er öllum sleppt úr hluti í verknaðinum. Já, og þeim er sleppt úr einangrun en eru ennþá þessi 3 í gæsluvarðhaldi. En oft er það þannig að í svona málum að þá hugsar hópurinn, undirsettu hópurinn, þetta er bara ímynd okkur, svarta í LA. Já, þetta er allt saman góð rök sko, en ef þetta hefði verið öfugt, að þá hefði landsréttur ekki kveðið beina úrskurð. Ef þetta verið pólskir unglingar sem hefðu banað íslenskum manni, að þá var þetta ekki þannig. Þá var þessi sjónamið ekki hærri heldur en það er það sem að gerist í svona málum að þá fer í gang og eðlilegum ástæðum bara svakalegur samanburður á því eru við er okkar líf minna virði en heldur en þeirra þetta við og þeir já, það sem er alveg algjörlega valið pæling sko En svo er náttúrulega búið að vera mikið af ofbeldi. Rosalega mikið ofbeldi og mikið hjá svona þessari ungu kynslóð sko og allt og eins og inn í borgarhaldsskóla þarna í fyrra og þannig að þetta er ekki gæfulegt beint. Við rættum svolítið þetta hérna í haust og meðan hans rætti við Margréti Valdimarsdóttur afbrotafræðing og já, svona rifjað upp svona leiðinni enga niður að eiginlega alla fréttir síðan að ég rætti við hana síðast hafa verið eiginlega niður á við sko. Það er bara þetta
þetta alveg rosa. Þetta bara aukast. Hvað mikið, sko. Og maður samt að maður reyna að passa sig á því að ef að þú eftir með eitthvað ákveðið huga þá heyrirðu það sem að staðfestir afstöðina. En ég held samt þetta sem miklu meira og ég held þetta sé bara almenn tilfinning fólks að... Já, það var samt eitthvað svona viðtal við hana þar sem mér myndi að hún hefði verið að tala um að svona yfir eitthvað langt tímabil að þá seti í rauninni ekki aukning. Nei, ekki ofbeldi almennt. Nei, ekki ofbeldi almennt. Nei. Ef þú tekur inn fjölgun íbúana þá hefur þú farið langt aftur í tíman þá er þetta ekki fjölgun. Þá var samfélagið ofbeldisfyllra. Já, hér áður, einmitt. En þetta er kannski þessi tegund af ofbeldisglæpum, þessar stungu árásir. Ég held að þær sé hljóta að vera aukast. Ég held að þetta er líka hættan á því að það séu ungmenni sem eru með svona hópamyndar og jaðri samfélagsins sem verða svona eigin lögmál hjá oftast ungum körlum sem að upplifa það að samfélagið hafi ítt sér út af og njóta ekki virðingu innan samfélagsins, njóta hins vegar virðingu meðal jafningja sína í þessum hópum. Ef að svona hópar verða til og ná að skjóta rótum að þá getur það verið sko áratuga starfa að vinda ofan af því, nákvæmlega. Og einhver leiti held ég þetta tengist líka bara eins og við höfum verið að ræða hér svona vaxandi vanlíðan ungmenna algjört getuleysi kerfan okkar til þess að taka við fólki af erlendum uppruna skólanir ráð ekki við það ef að það er ekki töluð íslenska á heimili barnanna eða ekki hef ég, lítir ráð til þess og svo framvegis ef við sjáum brottfallu og framhaldsskólunum var ekki frétt í dag lesblindu til dæmis, jú. Það var sérst að koma fyrsta nei það var ekki að koma fyrsta því nú eru öll saman rannsóknum en það var sérst að koma út rannsóknum lesblindu þar sem að tala um að 5 hvert ungmenn á aldrinum 18-24 ára er með lesblindu þannig að það er svolítið sláandi hátt hlutfall og það er einmitt formaður lesblindfélagsins talar um að þetta sé hrikalega slæmt sko í skólakerfinu okkar í dag vegna þess að það er verið að fókusera ennþá bara starffræði og lestur fyrst og fremst þannig að á meðan að við höfum alls konar tæki og tól hljóðbækur og hitt og þetta og þá erum við ekki að nýta það sem skildi Það þurfur ekki að læra að lesa. Já, við þurfum ekkit í sjálfu sér, eins og hann segir, sko, ég meina, það er ekkit sem segir að þú þurfir að læra að lesa ef að þú getur, eða þú þurfir að lesa ef þú getur hlustað. Þetta er náttúrulega mun breyta að losna út úr ritmálinu og komast í þess að við erum að leika okkur hérna með hlaðvarp og svona, sem var orðið meira af samskiptunum í hljóðformi og öðru slíkum. Þetta er náttúrulega eftir að opna gáttir fyrir þá sem ekki gátu fóta sig í hinu samfélaginu. Einmitt. Ég segi ekki að þetta sé allt saman svona að í háti fólkið, en það alveg stór hluti örgulega. Sem stór hluti að þessu. Það allt í einu fær að opna skáttina fyrir því. Einmitt. Og þá geti ykkur að finnum sagt bara Guð hjálpa okkur þegar það byrjar að móta samfélagið. Já. En ég vil að það því fylgir ótrúlegur kraftur oft sem er. Og annars konar sköpunargleði þannig að þetta er að breyta samfélaginu. Já, og Meinar að maður fagna einum lesblindu? Já, og líka einmitt að því, eins og þú ert líka að tala um, ég meina, og það hefur nú verið sýnt fram á það að lesblindir sjá miklu frekar í þrívít, sko. Já. Og sjá mikið meira í þrívít einhvern veginn og myndrænt og eru Hvað er þrívít? Sjá hlutina svona hvað er þrívít? Ég ætlaði að tók að geti samfærtu að þetta veri blekkíkjöður að heimurinn væri þrívít. Heimurinn væri þrívít? Nei, sko, en já og eru mikið kreatívari, sko. Ég á fjölmiðlum og svona og ég hef alltaf verið viss þetta. Mér finnst að þetta sé ákveðið svona að losna út úr viðjum ritmálsins. Já, einmitt. Því að það er svo rosalegt vesin að geta tjáð sig almennilega með ritmáli. Það er bara fyrir lesblinda er þetta náttúrulega bara hryllingur og skólakerfi allt bara hryllingur. Lestu það sem að fólk er að skrifa svo dagsdaglega, það er ekki eins og hér séu allt saman fólk sem hefur sko gott vald á stílvopninu, það er ekki þannig. Því að þú hefur eiginlega ekkert með, þú er bara textan. En þau vantar öll svipriði, allar handarhefingar, allan tón þetta er náttúrulega fyrir því að allt er tjúllað á Twitter og tróða því öllu ofan í setningarna sem er bara ritmál
það bara ótrúlega flókið dæmi, sko. Já. Hvað þá þegar sko eins og Twitter, þú mátt bara skrifa ákveði langan texta líka, sama með heilsuveruna, þú veist, þetta alveg. Þá hverfur öll tvíræðinni og allt saman. Af því að... Já. Niðurstaðan að við viljum fleiri lesblinda. Við viljum fleiri lesblinda. Það viljum í staðin fyrir að vera væla við þessu, að þá bara búa til samskipta vettvang þar sem að lesblindir hafa góðan aðgang að tjáningu. Því að það vera lesblindur ekki mæling og greind. Nei, það sko ekki, heldur betur ekki. Já, ég stiði þetta. Já, herðu, næsta frétt. Efling samþykti einróma að halda allsherri atkvæðagreiðslu úrsögn úr starfsgreinasambandinu. Hvenær verður það verður bara núna fljótlega, það ætla bara að fara hjóli í þetta. Já, það verður líka búið þetta með einhverjum 10 daga fyrir. Ég hugsa að sé einhver svona lög það, já, einmitt. Og stjórnin og trúnaráðið mælir líklega með því að fólk... Já, vantarlega. Ég býstu því, þau eru allavega þá, þetta verður mikil tíðindi að dagskrán gangi og verkamannasambandinu. Já. Þá verður starfsgreinasambandi verður eiginlega þá svona landsbyggðar nema það er eitt sem skrítið við það. Hlíf í Hafnarfirði verður þá í starfsgreinasambandinu. Í það skrítið. Já, Hafnarfjörður breytist bara í dreifbili, nei. Nei, skrítið að Efling og Hlíf það sé ekki búin að samilast. Já, það er alltaf mjög skrítið. Ég spái að það muni gerast eitthvað tímann. Og líka að verkefnisfélag Keflavíkur muni saminast inn í Eflingu. Já, heldur það? Og ég er ekki að lesa út frá sko fórustinu núna. Nei. Ég held bara að sko, þetta er svo lík vinnusvæði. Já, einmitt. Að ég held að það verði þenni sko. Já, einmitt. En ég held að þetta er ekki að vera gerast á morgun, það er bara langt í frá. Því að ég held að Hlíf sé alveg hérna hinum megin og Efling hérna megin í átökum algjörlega. Já, einmitt. Í svona baráttu aðferðunum á því, aðferðafræðinni. Já. Herðu, það er kannski framhald af þessu að þá skrifaði Stefán Ólafsson status í dag á Facebook sem að fjallaði með mitt á samstöðinni að það sé bara lygi að laun á Íslandi séu með hæsta móti. Já. Og hvað við erum ég held að við kannski fáum við bara línuritt upp á skjáin fyrir þá sem að fyrir þá sem vilja skoða ég held að við séum ekki talnablindir. Nei, fyrir þá sem ekki talnablindir sem stór hópur sko það munur lesblindum og talnablindum með það mínu upplifun svo að þeir sem eru talnablindir eru svona stoltari að því að vera talnablindir. Já, að vera þóleikili starffræði og eitthvað svona. Já, það getur verið. Það er kultúr fyrir því. Ok, en hvað er Ísland þannig? Það er bláa línan. Já, við erum þarna bara í 15. sæti eða eitthvað svo leys. Rétt undir Ítalíu? Já. Þannig að þetta er frá Eurostat. Já, þetta er með launatöldu gjöldum. Já. Með kaupmáttarjöfnun. Já, atvinnurekendur talaði að laun séu með hæsta móti, segir hann. Og þetta er bergmálað út allt. Hins vegar er verðlag á Íslandi og í Sviss það hæsta sem þekkist. Og hærra verðlag eykur hagna fyrirtæki og rýri kaupmátt almennings. Og svo þegar launakostnaði fyrirtæki er skoðaður og teknir tillit til verðlags, þá er útkoman svo að Ísland er í 15. sæti en ekki einum af efstu sætunum. Þetta er þá eiginlega mikla mjólk eða ost eða timbur eða hvað sem fólk getur keypt fyrir launin sín. Þá erum við þannig á milli Ítalíu og Spánar. Við erum ekki hluti af Norðurlöndunum eins og fólk hefur haldið. Heldur erum við Miðjarðarhafsþjóð. Já, við erum Slóvenía, og erum á leiðinni að verða Austur-Evrópa. Já, við erum á leiðinni til Austur-Evrópu. Við lendum hérna líka á sama stað þegar það spurt Sérðu bara hvað er stutt á milli Póllands og Íslands þarna sko. Já. En það er fjölgun fólks frá Póllandi ekki... Nei, hún hefur hægt á henni sko. Hægt á henni, það kemur frekar fólk frá Rúmeníu og svona löndur sem að standa veikar. Samt erum við sko nær þeim löndum heldur en sko fyrsta sætinu. Það er í öðrum skala það sem við lendum á þessu svæði. Það er spurt hvort að fólk upplifið að lifa í spilltu samfélagi og líka hvort að fólk hafi traust á stjórnvöldum. Þá erum við eiginlega ekki Norðurlandaþjóð, heldur frekar Suður-Evrópuþjóð eða Austur-Evrópuþjóð. Já, nákvæmlega. Ok, hvað er meira? Þetta er mjög athyglisvert. Heyrðu, Jón Gunnarsson boðar reglugerðarbreytingar í útlendingamálum.
Hann gekk svo vel hann með byssunar. Já, hann gæti bara breytti með reglugerð. Já. Þannig að hann ætlar að vera eins og forseta Bandaríkjanna stundum bara breyta samfélaginu með reglugerð. Já, þetta var svolítið svona, sko, Sigmundur Davíð var eitthvað að bauna á hann, sko. Þeir eru alltaf í samkeppni, hver er meiri svona, hver er harðari gagnvart innflytjendum. Já, þeir eru í þannig, og Inga Sæland náttúrulega með þeim líka stundum. Já, ekki alltaf hann í þingi, sko. Þetta gerist alltaf hann í þingi. Sigmundur kemur og sperrir sig svolítið. Já. Og þá kemur Jón og sperrir sig á móti. Já. Þá kemur Sigmundur og sperrir sig meir og svo kemur Jón og sperrir sig allra mest. En hann ætlar sér að reyna að setja einhverja reglugerð þannig að hann fái útlendingana til þess að vilja fara tilbaka. Hann ætlar einhvern veginn að múta þeim til að fara heim aftur. Hvernig reglugerð eru þið að setja til þess að þú að ég færi heim aftur? Já, bara til Noregs eða? Hvernig, ég skilur það nefnilega ekki. Segjum að ég sé bara armenskur flóttamaður. Hvernig reglugerð þar til þess að mig skyndilega langi til þess að fara aftur heim? Það sem ég flúði áður. Ég veit ekki hvort hann ætlar að bjóða þeim að bara borga farið eða hvort hann ætlar að ganga eitthvað lengra, sko. Hann segir það, tilgreinir það í rauninni ekki, sko. Þetta er ekki eitthvað tilbúið. Ef ég er að flýja eitthvað land sem að, vegna þess að flestir vilja vera heima. Við höfum svolítið rætt þetta við rauðaborðið. Raunverulega er það að langflestir sjá verðleika í samfélaginu sem er búa í og mjög fáir alveg saman að gangi sko miklar hörmungar yfir samfélag. Þá er það svona almennt heldur tryggð við samfélagið. Þumalflutareglana svona 15% fer. 85% eru eftir, sjá meira verðmæti í samfélaginu sem er. Ok, ég er einn af þessu 15% manni að mér fannst það svo mikil ógstafað mér eða lífi framtíðarhorfur mínar í þessu landi vera svo slæmar að ég flý og þú ætlar að bjóða mér að borga fara tilbaka og ég að segja þá já takk og fara tilbaka. Já. Er það hugmyndin? Ég veit ekki hvort hann er með einhverjar, sko hann ætlar allavega að svara Sigmundur og segja bara, heyrðu, við erum alveg bara, að því Sigmundur fór að gagnrýna það að útlendingafrumvarpið hefði verið svo lélegt, sko. Þannig að hann er svona, já, við erum nú á leiðinni að fara að gera reglugerð þar sem við ætlum nú að reyna þannig að kannski er þetta bara inn á svona mánu, ég veit það ekki. Þetta hljóma svona rétt handa við hotnið er ný reglugerð. Já, þetta hljóma þannig. Svo 3 hjólandi bílum. Já. Hvað er meira? Heyrðu, það hefur vakið athygli núna verið svolítið mikið í fjölmiðlum í dag að það ríkir ópíóð og það faraldur á Íslandi. Bubbi var að skrifa þetta? Já, Bubbi var að skrifa þetta meðal annars. Frú Ragnheiður auglýsir að þau bjóðu upp á Nalaxon í bílnum. Nalaxon er hvað fyrir okkur óinni? Sko ég held nefnilega Nalaxon sé svona ég held það ekki, það dempar í rauninni ópíóða. Svo kallar viðhaldslyf. Já, svo kallar viðhaldslyf. Þú tekur það inn og þú ferð ekki í vímu eða ekki svona teljandi vímu. Nei, það dregur úr frákvæðsengjunum. En ég held einhvern veginn, mér finnst þetta svolítið skrítin frétt sko með frú Ragnheiði vegna þess að ég held að Nalaxon sé þarlegandi pínlítið hættulegt. Af því að það talaði að svona lyf sem að dempa þú getur óvedósa frekar á þeim. Það meina ef ég tek... Ef þú ætlar þér að fara í vímu. Já, meina það. Já. Það voru alltaf sögur það allavega að fólk safnaði saman skömmtunum. Og þess vegna þegar fólk fór og sótti þarna viðhaldslyfin fólk þekkir þetta bara úr sögum og bíómyndum og svona þá ferðu og sækir bara eitt staup í einu að þú mátt ekki safna þessu því það er hægt að þröngva fram vímu ef þú safna miklu. Þannig að mér finnst þetta svolítið svona að því ég hefði haldið að þetta væri gefið frekar sko þegar fólk er búið að fara í meðferð og það ætlar sér að vera er það ekki? Og ætlar sér að vera þurrt. Já, líklega er það eitthvað þannig að þú ert ekki að gefa eitthvað sem fer síðan bara heim og tekur viðbótarlyf. Nei, þess vegna fannst mér svo skrítið að frú Ragnheiður sé að deila þessu. Þetta er svolítið sérstaklega. En ég veit ekki. Er eitthvað takmarkar aðgangur þessu? Þetta er náttúrulega opið upp á Vogur er búin að vera með svona meðferði síðan bara á síðustu öld. Já, ég veit ekki hvað er málið sko. En það eru allavega að ítrekka það að það bjóðu upp á þetta. Þú getur komið bara í bílinn og sóttir svona. En allavega, þetta er náttúrulega hrikalegt ástand. Þú hefur eitthvað verið að skoða þetta, ekki? Ég talaði nú við hann Jón Atla, bróðir hann sem dó af svona overdós. Og var svona að kasta út í hvort að fólk var til að segja sögu ættingja sinna sem hefur dáið. Mér finnst þetta að vera svona svipuð stað og bara
manstu þegar AIDS var að byrja. Já. Við vissum aldrei hverju var sem að dó og svo las maður minningagreinar og þá dóu menn úr beinkrabba og eitthvað svona, allir vissu kannski og það sama má lesa úr minningagreinum sumra þegar maður hafa dáið af overdós af ópíóðum að svona láti í það skína sé eitthvað annað. Já. Og ég held þetta breytist ekki bara rosalega skömm í gangi ég veit það, en eins og veist að þá breytist ekki skömmin fyrir en að einhver kemur og brýtur ísinn og svo kemur annar og brýtur ísinn og svo brjótu við bara ísinn en það er eiginlega ekki hægt að gera það nema við fáum andlit á fórnarlömbin og að við upplifum að því að ef það er ekki að þá eru fólk að selja sér alls konar frá hugmyndir þetta eru bara þetta er eins og í COVID þetta var allt fólk sem hefði hvað sem átt að deyja það var allt bara eitthvað gamalt fólk það var undirliggjandi, allt er eitthvað undirliggjandi þess að það ætti bara að skilja að deyja og í þessum tilfellu þá fær svona fólk hugmyndunum að það hefði verið ekkert hægt til þess að fyrirbyggja döðsföllin en ég held að ef þú heyrir sögurnar að þá áttur að því að það er bara sannarlega svo og þetta er algjörlega tilgangslausa ekki segið ekki, en næstu því tilgangslausar mannfórnir sem eiga sér stað með aðgerðarleysi gagnvart þessum ópíóðafaraldri og þetta er ekkert grín og þú getur hort til dæmis til Bandaríkjanna þar sem og við erum bara farin að slá upp í nokkuð þeirra ópíóðum þar hefur ópíóðafaraldurinn klift svona 3 til 4 af lífslíkum hvítra láluna eða fólks bæði kalla og kona það sem þetta hefur farið eins og í svona gömlu námu hér og svona það sem þetta var dreift fyrst og það maður sér þetta líka að maður að skoða breytingar á lífslíkum út á COVID að þá er eiginlega fallið í Bandaríkjunum með 2-3 árum áður en að COVID er og það er út af þessum hryllingi og það bara gengur ekki að við sem samfélag bara sé að deyja 1-2 í mánuði og við látum eins og þetta sé bara einhver eðlileg þetta er eins og þegar sjó þegar menn dóu bara 20 manns á ári og það er bara lítið á sem eðlilega fórn einhverjum sjávarguðum hver er eðlileg fórn þeirra sem er að deyja ópíóða núna bara eðlilegt, hvað fyrir lyfjafyrirtækin eða læknanna eða fyrir hvernig er þetta fólk að deyja og eitthvað svona undirliggjandi svona hugmynd alveg svo var með AIDS að hommandi væri bara svona lélegar mannverur og þeir mættu bara að missa sín og það var svona hugmyndum að svona þeir sem að sækja í fíkniefni eða eru ég að fíklar að þeir eru bara skilið að deyja því að líf þeirra er hvað sem er einskisvirði þetta er ekki gott ekkert bólegt og ef einhver vill hjálpa okkur að draga fram þessar sögur þannig að við fáum að skilja verðmæti þeirra lífa sem er að fara þá getur það samband okkur Hvað bara, ég er svona alltaf inn að velta að þú veist að líka svo við sjósleysin og eitthvað svona að þá, ég man umræðina þá, það var rosalega mikið verið að tala um björgunarbátarnir voru ekki yfirfarnir og það var alls konar svona sem var að og eða bara bátarnir voru ekki yfirfarnir þannig að það var svo mikil hætta það var að deyja bara slísförum græjurnar voru ekki góðar en svo hefur það einhvern veginn lagast og svo líka bara vaktirnar og eitthvað fleira og vinnuálægið og allt þetta það er margt breyst ef þú myndir spyrja LIU þá myndir þessi að það væri kvótakerfið og einar öflug útgerðir það hafi verið Samherji og Brim sem hafi lagað allt saman Nei, svo velti ég fyrir mig bara varandi ópíóða fíknina einmitt hvað þarf að gera þar? Er það miklu flóknari aðgerðir heldur en að koma í veg fyrir sjóslys? Þetta er náttúrulega Það er eitt í þessu það er ekkert svo langt síðan að það var ekki bara nokkrum lækni sem dattaði í hug að gefa þessi lyf utan spítala það hefði ekki hvarlað nokkrum lækni að senda fólk heim með eitthvað fentanil í vasan þetta er bara lyf sem á ekki að gefa nefndur eftirlit innan sjúkrahúsi síðan er þessu bara markaðsett sem bara svona eðlileg verkjalyf við alls konar kvillum og allt í einu er bara fólk komið með þetta í tölurnar á hvað eru margir sem er að nota þetta eru bara og þá það er svo erfitt að bakka tilbaka
Já, það er þrýstingur líka frá sjúklingunum, það er ömurlegt að vera með mikla verki og ég vil bara losna við og hvað er að segja að hérna lyfið sem ég gaf þér í gær að ég ætla ekki að vera í dag þannig þetta er, ég veit ekki, ég er ekki með lausn á þessu, en lausnin er alveg öruglega, byrjunin á lausninni er að tala um þetta. Já, tala um þetta. Já. Og við eigum náttúrulega ekki að sætt okkur við það að einhver lyfjafyrirtæki í Bandaríkjunum nái bara að breyta samfélagi okkar þannig að bara allar hugmyndir okkar bara sársauka og hérna hvernig við tökum á við honum það séu bara umbreytt og allt í einu séu allir komnir bara með lyfjaskápinn og gjörgæsludeildin í vasan, þetta er bara, þetta er ekki í lagi og ég meina hver er afleiðingin af þessu? Hún er þetta og fólk er bara að deyja af þessu. Nákvæmlega. Já, þetta er svona. Það eru... Það er margt á dagskráði kvöld, þannig að við mögum ekki dvelja óleikið við Já, ég ætla að taka hérna eina frétti í viðbót. Það eru núna mörg hundruð almennir lögreglumenn sem að verða vopnaðir fyrir leiðtogafund Evrópuráðsins. Hvernig er þessi fundur? Það er bara stutt í hann, held ég. Ég veit ekki hvort þú varst að hlusta á viðtalið mitt við Ragnar, en Ragnar allra mótmæla með þessi fundur. Já, hann alltaf ekki segja það, en það verður augljóst af orðum hans að það er planið. Já, einmitt. Já, hann er búin að vera að tala um þetta núna í einhvern smá tíma. Maður þetta ekki að 7 mótmælum. Ég sagði við hann að það hefði verið fyrir aldamótin. Þetta er eitthvað kringum miðan maí, held ég, 16. og 17. maí. Þetta voru mikil mótmæli hér fyrir svona 20 árum pluss. Já. Ég held að það hefði byrjað á svona síðari hluta 10. áratugurins og einhver þeirra náðu yfir aldamótin líklega. Einmitt. Mér finnst núna það búið að panta 250 svört jakkaföt fyrir lögreglumenn sem hefur verið óeinkennisklæddir. Verða eins og bandaríska leyniþjónustan. Já, verða bara svona eins og hérna Men in Black. Svona eitthvað. Já. En og það bara búið að vera að þjálfa menn alveg massíft í meðferð skotvopna. Já, þetta er skrípalæti. Þetta er rosa skrípalæti. Mér finnst að við höfum bara að sleppa því. Ég meina, ef svona leiðtogar í heimsins vilja hittast og svona, þá eiga bara að gera það, ég finna akkur að við að taka þetta að okkur. Já, ég segi það. Hvað kostar þetta? Þetta kostar alveg svakalega mikið. Já, þetta er alveg bara, þeir bara hafa örugglega aldrei pungað út svona miklu. Og hver ákvað þetta? Það er góð spurning nefnilega. Hver ákvað þetta? Men akkur borgar þetta Evrópuráð ekki bara fyrir þetta að koma eitthvað? Já, ég get ekki ímynda mér annað en að þau borgi eitthvað fyrir, en það er samt talað um, að það sé, ég man ekki hvað upphaf 1,4 ég get ekki sagt þessa tölu 1,4 milljarður króna er kostnaðurinn við löggæsluna út af þessum viðburði. Og þá eftir að vera allt annað. Já, ég meina þannig þetta mun kosta kannski svona 4 milljarður eða eitthvað. Örugglega, allt í allt. Og menn búa náttúrulega á heilu hæðunum á hótelum. Já. Ég veit ekki, þeir eru við að bjóða Macron og öllu hans fylgislekti 2 hæðir af ykkur hótel eða? Já, borgar hann eða? Nýri lobby er það. Við höfum að skoða þetta. Þetta þurfum við að skoða, hvar og þessi 1,4 milljarðar. 1,4 milljarðar króna. Já, er þetta bara eitthvað sem við erum að punga út fyrir þetta eða erum við að fara að fá þetta tilbaka í styrkjum frá Evrópuráðinu? Ég held ekki. Þetta er gjaldi sem þú borgar fyrir það að Íslendingar séu í forseti í Evrópuráðinu. Já, þetta er alveg þetta er eiginlega forkastanlegt. Þetta verður svo krýningarhátíð Katrínar Jakobsdóttur. Já, þetta er náttúrulega svakalegt. Já. Svo ríkir rosalega trúnaður fundin og þannig að það er margt sem er ekkit opinberað og alveg svo þú spyr hver ákvað þetta. Ég meina, ég veit það ekki. Haldið svo fundur einu svona árið ekki eða eitthvað? Jú, það er eitthvað ríki fengið til þess að halda hann, en það er svolítið athyglisvert einmitt. Mér finnst það líka svolítið forvitnilegt sem að en hann er ekki haldin í Cardiff, Nei. Í einhverju svona smábæi eins og Reykjavík. Nei, já, einmitt. En það var maður að tala um það í dag einmitt að það hefði svolítið mikið breyst eða verið svolítið gripið tækifæri í Danmörku þegar svona fundur var haldin þar og svona farið að herða allt svona löggæslu dæmi og þú veist, maður hugsaði að varandi vel rafbustnar núna daginn, þarna var kannski sá hann sér lag sennilega, af því þetta var svona stóð til. Já,
Við getum ekki tekið á móti Macron nema að hafa rafbyssur. Já, nema að hafa rafbyssur og vera búin að þjálfa alla í að nota byssur. Þannig að... Þetta gert á sama tíma og stjórnvöld segjast ekki hafa neina krónu til þess að lína sásöka þeirra sem að verða harðast út í verðbólgunni og kaupmáttarskjörnum. Já, þá þetta punkt út 1,4 milljarði. Já, það bara löggæsla, sko. Já. Svo eru þarna kokkar og þjónar og leigubílar og... Já. Og svo náttúrulega ferðaþjónustan að fara að græða örugglega helling á þessu. En hefði ekki verið hvað sem fullt af fólki? Jú, alveg. Þetta ekki í maí eða eitthvað? Jú, þetta miða maí. Það hafi þetta kannski í febrúar? Já. Ef við vilja græða ferðaþjónustan að græða þessu, ferðaþjónustan að græða ekki neitt á þessu? Nei, kannski ekki. Mér heyrðist að við sem bara móti þessu fundi. Við erum bara hvað móti þessum fundi. Og fyrir mótmælu með Ragnari Þór þegar það kemur. Já, einmitt. Komið? Já, komið. Þá bara snúum við okkur að næsta verkefni hér við Rauðaborðið eftir augnablik. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar hnappur sem segir skráning.